Jæja, Alexandra, þú ert nýkomin heim frá Tókíó þar sem þú varst að keppa í bekkpressu. Gerði þig lítið fyrir og tryggði þig þriðja sæti. Þú ert handhafi brons í heimskeppni í bekkpressu. Til hamingju. Takk fyrir. Hvernig var þetta ævintýri? Þetta var bara magnað. Þetta var náttúrulega fyrsta alþjóðlega keppni mín og bara ótrúlega skemmtilegt að þetta hefur verið upplifunin og í rauninni niðurstaðan. Það var bara menningarsjokk, stress yfir keppninni, stress yfir þyngdinni, en á sama tíma var þetta bara skemmtilegasta sem ég hef gert. Já, og skemmtilegt þegar þetta er árangurinn. Já, en einhvern veginn þegar ég var að keppa á mótsdaginn sjálfan, þá skipti það mig engu máli. Ég var bara að hugsa um mig og hvað ég var að gera. Ég pældi ekkert einu sinni í því hvað hinar stelpurnar voru að gera. Ég var bara að stefna á mínar persónulegu bætingar og ná 3 gildum lyftum og ég gerði það og það er ekki fyrir en eftir á sem ég kemst að því að ég hafi tryggt með bronsi. Ég pældi ekkert í því. Þetta er alltaf keppni við sjálfan sig. Það er í öllu. Það bara er algjört must held ég í svona sporti. Þú mátt ekki láta utanaðkomandi aðstæður hafa áhrif á í rauninni hvernig þú performar. Og þetta myndum við kalla heimsmeistaramót í bekkpressu eða? Já, þetta var heimsmeistaramót í bæði klassískri og búnaða bekkpressu. Og ég er keppi í klassískri bekkpressu. Ætla reyndar að færa mig yfir í búnað núna í sumar bara. Búnaðir þá eru þau í svona þröngum astanlegum sloppum þar sem þú þarft í rauninni mun meiri þyngdir til að koma stönginni niður. Vinnur mun meira með þér en á sama tíma þarfst að læra betur á það, meiri tækni. Og þetta var fyrsta mótið sem er haldið í báðum greinum og var þar alveg mjög stórt. 1300 keppendur, fullt af fólki, heil vika, bara magnað. En þú segir meiri tækni, sú pressa sem þú ert að stunda það er þó tækni í henni líka? Já, alveg þvílík tækni og bekkpressa, að mínu mati er bekkpressan tæknilegasta lyftan af öllum 3 lyftunum í kraftlyftingum, alveg klárlega. Ég sé myndir frá mótinu og þetta er einhver sveigja og beygja sem ég hef ekki séð stóra menn gera þetta. Þú hefur einhverja ótrúlega góð tök á tækninni síðan manni. Já, þetta einhvern veginn kom bara mjög náttúrulega. Ég áttaði mig ekki að ég væri að þessu fyrir en einhver benti mér á að þetta væri rétt tækni og ég væri að gera þetta rétt. Ok, allt í lagi, fer kannski að skoða þetta betur. Og þá komst ég að því að ef maður sveigir bakið, þá nær maður að beita neðri part líkamans betur, maður nær að spyrna sig betur í gólfið. Maður nær að virkja rétta vöðva í efra bakinu í staðinn fyrir að allt álagið sé á axlarliðunum. Þannig er það að virkja í rauninni efra bakið og í rauninni kviðinn líka. Fyrir utan það að þegar ég geri þetta þá er lyftan mín svona löng. Já. Og þá þarf ég ekkert að hafa rosalega mikið fyrir hlutunum. Og þetta skilaði þér þriðja sæti sem er glæsilegt. Hvar æfirðu, með hvaða félag æfirðu í dag? Og ég æfi með kraftlyftingafélagi Mosfellsbæjar og keppi undir þeirra nafni, en ég æfi í rauninni hér. Notar aðstöðuna hér? Já. Er ekkert félag í Borgarnesi? Nei, ekki eins og er. Það var á sínum tíma, en það hefur ekki verið starfrækt lengi, þannig að... Og eru góðir þjálfarar í Mosfellsbænum? Ertu ánægð með aðstöðuna þar og baklandið? Sko, ég er í þjálfun hjá Grétari Hrafnssyni, sem er landsliðsþjálfari Noregs og er í rauninni bara í fjartþjálfun hjá honum. Við erum 3 í Kraft Mos sem æfum hjá honum og erum held ég 5 í heildina í félaginu. Þetta er bara svona lítill og nettur hópur og öll á svipuðum aldri. Og baklandið er í rauninni, við erum bara öll vinir og okkur líður rosalega vel að æfa saman. Og já, aðstæðan er ekkert endilega eitthvað til að hrópa húrra fyrir, en við erum annað saman og hittumst einu sinni í viku sirka, svo erum við bara að æfa einhvers staðar út allt. Hver í sínu horni? Já, einhvern veginn. En keppi fyrir hönd? Já. Kraft Mos, já. Hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir þig? Þú ætlar að fara í skiptum stíl í pressunni? Ég ætla að halda áfram í klassískri bekkpressu, en svo er ég að fara að
prófa mig áfram í búnaði. Bæta því við. Já, það er spennandi að fara í svona mikla þyngdir, sko. En er maður ekki í öðrum tegundum af lyftingum en pressunni? Jú, sko kraftlyftingar eru náttúrulega hnébeygja, bekkpressa, réttstöðulyfta og keppt bæði í búnaði og klassík. En svo hefur lengi verið keppt bara í bekkpressunni. Og ég er með gigt í mjöðmánum og neðra baki og get bara ekki beygt og ég get ekki deadað. Þannig að ég bara einbeitti mér að bekkpressunni og það gengur bara ágætlega. Það gengur bara býsna vel, myndi ég segja. Já. Þakka kærlega fyrir. Gangi þér sem allra best í framtíðinni. Takk fyrir.